Já, góða kvöldið, velkomin að Rauða borðinu á mánudagskvöldi, það er 20. desember, stuttu jóla, aðventa og við höfum svona undanfarið hérna við Rauða borðið fengið baráttufólk til okkar og að ræða svona þeirra baráttu. Hérna fyrir helgina var Sema Erla Serdar og talaði sína baráttu og morgun kemur Hörður Torfason. En í kvöld er lögmaðurinn og baráttumaðurinn Ragnar Aðalsteinsson hingað kominn. Blessaður Ragnar, velkominn að Rauða borðinu. Takk fyrir. Svona eitt af málum sem að þú hefur verið lengi viðlofandi var að fá svona einhver svona rendi eða einhver svona kaflaskipti þegar Landsréttur kvað upp dóm í Geirfinnsmálinu og hækkaði bætur til 2 af þeim sem að sátu lengi inni saklausir. Þetta, hvaða merkingu hefur þessu dómur? Ég heyrði það svona þegar meðal annars þú varst spurður í einhverjum svona fréttum að þá var svona, þetta svona endalok eins og það væri svona samfélagi var að vonast til þess að það kæmi svona væri kvittað fyrir að nú sé allt orðið gott og við erum búin að læra af þessu og búin að borga fyrir allan skaðan og svona málið er ekki bara málið dautt og hefur við ekki gert nóg, fannst mér svona eiginlega væri svona væntingin í samfélaginu. Hvernig er þetta að meta þennan dóm? Er þetta þannig? Er þetta endalok? Nú er Geirfinnsmálið búið fyrir þetta fólk og það séu önnur mál í gangi. Ég býst við að Erla og einhverju fleiri séu líka með eitthvað svona mál eftir. Eða er þetta svona viðunandi sæmileg niðurstaða í lokin? Ég kom fyrst að þessum málum fyrir svona eins og 27 árum þegar Sævar Marino leitaði til mín og fekk mig til þess að freista þess að fá áfellisdóminn frá 1980 tekin upp og endurskoðaðan í því skyni að Sævar yrði sýknaður af þeim ákærum sem voru sakfelldir fyrir á sínum tíma. Og þannig kynntist ég þessu máli þegar ég fyrsta lagi fekk öll gögn sem hafði legið fyrir Hæstarétti og síðan aflaði ég gagna vítt og breitt. Gögnin voru, ég held ég var fundið gögn á 7 stöðum í Reykjavík og þegar svona upphafsvinnunni lauk þá var mér ljóst að það var ekki allt með felldu og ein ástæðan var sú að ég fekk aðgang að fangelsisdagbókum, fyrst og fremst Síðumálafangelsins, en einnig fangelsisins á Skólavörðustíg og þá var mér endanlega ljóst að margt hafði gengið á sem að dómstólar eða allavega Hæstiréttur hafði kannski ekki fulla vitneskju þó hann hafði einhverja vitneskju og það voru ótrúleg brot á réttindum sakborninga sem komu fram í þessum gögnum. Og ég taldi mig hafa heila mikla möguleika á því að fá mál Sævars Marínós endurupptekið sem hefði þýtt endurupptöku á málum allra hinna. En mér varð ekki, við tókst það nú ekki. Hæstiréttur barðist hraustlega og saman má segja íslensk stjórnvöld, þau barðust hraustlega í stað þess að fallast á þeim tíma á endurupptöku og klára málið. En síðan hófst þessi barátta nýju núna fyrir nokkrum árum og það var skrifuð merkileg skýrsla starfshóps sem Ögmundur Jónasson ráðherra skipaði og hún varð síðan til þess að málið var lagt fyrir endurupptökunefnd sem féllst á að endurupptaka bæri þessi mál öll þessi mál Erlu Bolladóttur. Og það leiddi síðan til þess að sakborningar voru sýknaðir af mannshvörfunum svokölluðu í Hæstarétti 2018 og í framhaldinu þá leituðu hinir sýknuðu eftir viðurkenningu ríkisins í formi skaðabóta og það tókst ekki að ná samkomulagi viðunandi fjárhæðir
ekki síst vegna þess að það fordæmi sem helst kom til álita á þessum tíma voru dómar í málum svokallara Krúpmanna sem höfðu setið í gæsluvarðhaldi í sama fangelsi, þetta sama sakarefni við sömu aðstæður á sama ári og sakborningarnir. Þeir höfðu fengið fyrir 105 daga gæsluvarðhald ígildi einbýlishús í miskabætur eða 2-3 íbúða. Þannig að samkomulag tókst ekki og þess vegna neyddust henni sýknuðu til þess að hafa mál gegn Íslenska ríkinu og nú hafa gengið dómar efnisdómar í 2 þeirra þar sem að ríkið dæmt til að borga nokkrar viðbótarbætur, ekki neitt í samræmi við framreiknaðar bæturnar sem að Krúpmenn fengju, en samt tiltölulega háar bætur og flesta mælikvarða. Og það hins vegar ekki þessar bótafjárhæðir sem ég hef mestan áhuga á eða umbjóðandi minn í þessu tilviki, heldur það texti dómsins, forsendur dómsins, vegna þess að Íslenska ríkið brá á það ráð að beita fyrir sig hvers kyns vörnum, hvort sem var fyrningu, kröfurnar voru fyrndar, eða þá að umbjóðandi minn, Guðjón Skarphéðinsson, hefði sjálfur átt sök á því að maður fangelsaður og hafður í gæsluvarðhaldi árum saman og síðan dæmdur sekur mannshvarf. Og það var líka á því byggt að gamli dómurinn frá 1980 var enn í fullu gildi og atvikalýsingar honum ætti að hafa áhrif í skaðabótamálum og svo framvegis. Þetta var auðvitað óþægilegt vegna þess að málið átti eingöngu að snúast hverja væri hæfilega bætur. Ríkið var ekki til í það vildi berjast til síðasta blóðdropa eins og gengur. En það sem stendur upp úr frá mínu bæturinn séð, það hvernig Landsréttur tekur á málsvörnum ríkisins og fellir þær hverja af annarri og í því felst svona töluvert mikið uppgjör við umbjóðanda minn út af því sem á að hafa gerst á sínum tíma og hann var síðan sýknaður af á miklu skýrari og skilmerkilegri hátt heldur en í dómi Hæstaréttar, sýknudómi Hæstaréttar núna 2018. Þannig að það það sem ég sé fyrst og fremst í þessum dómi, að hann reisir æru umbjóðanda minns upp á eins og hægt á annað borð með dómi. Þannig að í dómnum kemur fram að það hann ber enga sök á þessu sjálfur, hann er tekinn sem saklaus maður og settur inn í þetta ferli sem þessi rannsókn var, þröngvaður til þess að segja hluti, skrifa upp á hluti og hann sem sagt bara afgreitt að hann sé fórnarlamb í þessu máli og ber enga sök á sem að sömuleyti hefði mátt lesa út úr málsvörn ríkisvaldsins allavega. Já, það rétt vegna þess að þegar maður les skýrslur sem að Guðjón gaf fyrir lögregludómi á sínum tíma, þá hefur hann alltaf sína fyrirvara á hreinu. Hann aldrei viss eitt en eitt og hann ber til að mynda veður og segist hafa það eftir til einhverjum lögreglumanni og þegar að sá frægi Karl Schütz skrifaði lokaskýrslu áður en hann fór frá Íslandi undan rannsókn málsins, þá tók hann fram að Guðjón hefði aldrei viðurkennt sök. Þannig það að stætt væri á í málunum. Þú segist að það verið fyrir 27 árum, það hvað það, 94. Ég man eftir að það kom mynd út 1993, In the Name of the Father, sem að var Íra sem að sátu inni lengi saklausir í fangelsi. Og það sem að var áhugavert þegar maður horfði á þessa mynd að mér fannst svo mikið líkindi með þessu að þetta var fólk sem var handtekið fyrir að vera síðhert, fyrir að vera svona á jaðri samfélagsins og þetta var svona á tímabili þar sem var mikið svona vantraust gagnvart æskunni og ótti gagnvart henni, fíkniefnaneyslu og öðru slíku
Og þegar ég var hérna í Reykjavík að horfa á þessa mynd að þá fannst mér eins og hún væri eiginlega hérna Geirfinnsmálið, að svona fordómandi sem lágu að baki handtökunni og það að þessu fólki var ekki gefin eitt séns og var ekki trúað, fannst mér vera svona sambærilegt. Ég var þá að vinna á blaði sem að hét Eintak og við skrifum svolítið Geirfinnsmálið þessu tíma og töluðum meðal annars við Sævar. Ég veit að ég er komin langt út fyrir það sem að þú tekist málinu, en þú verður kannski ekki verið orðin lögfræðingur þegar Geirfinnsmálið var sjálft í gangi. Heldur að það geti verið að ástæða fyrir að þetta fólk var handtekið og fékk þessa meðferð hafi bara verið svona miklir hagsmunir og ótti gagnvart ungu fólki, síðhærðu fólki sem að notar fíkniefni og eiturlyf og er svona jaðri samfélagsins og það hafi verið umverulega fengið svona meðferð eins og það væri án réttar. Það stór þáttur í þessu og það auðvelt fyrir mig að sanna það. Tiltölulega snemma eftir að Sævar var handtekinn og settur í gæsluvarðhald og settur rannsókn út af mannskvarðunum, þá hafði hann verið yfirheyrður allt og lengi í 2 daga í röð eða svo eða 3 og síðan þegar hann kom fyrir dómarann þá vildi hann afturkalla það sem hann hafði sagt og í rannsókn síðar þá var dómarinn spurður þetta og hann sagði nei, það er rétt, ég neitaði að bóka það sem að Sævar sagði afturköllun þess sem hann hafði sagt. Enda vissi ég sjálfur betur og það var þetta viðhorf sem að olli því að málið fór eins og það fór en það kom líka skýrt fram á frægasta blaðamannafundi síðastu aldar í Reykjavík þegar Karl Schütz og sakadómur og rannsóknardómarinn og lögreglumenn héldu stóran blaðamannafund þar sem þeir lýstu sakborningarna seka áður en ákæra hafði verið gefin út Geirfinnsmálinu og eitt af því sem var athyglisvert var að rannsóknardómarinn, það sé fulltrúi sakadóms sem annaðist stjórnrannsóknarinnar, sagði að þetta væru terroristar. Þannig var búið að blanda pólitík í málið og auk þess var eiginlega út í lokað að þeir yrðu fundnir saklausir eftir að búið var að lýsa yfir sekt þeirra með þessum hætti og daginn eftir þá lýsti dómsmálaráðherra því yfir að þungu fargi væri létt af þjóðinni. Þannig að það var litið svo á og málinu væri lokið með blaðamannafundinum þannig að réttlátt málsmeðferð eftir það gat ekki komið til mála fyrir dómstólum. Þannig að þetta mál er svona sögulegu samingi við bara eða þú veist að fréttir sem að koma og hvernig var fjallað þar bara Manson-málið í Los Angeles og Bader Meinhof og þetta fólk er eiginlega flokkað sem slík samfélagsleg ógn fyrir það hvernig það er í háttum og svona staða þeirra innan samfélagsins að það er bara að yfirvöld flokkaðu sem slíka svona innri ógn í samfélaginu áður en að bara leið og rannsóknin á þeim byrjar. Má segja það? Já, sko þetta minnir á ýmis mál en af málum af nýrratægjunu í útlöndum þá vildi ég helst nefna mál sem kallar á ensku The Central Park Jogger, kona sem var fyrir líkamsárásum nauðgun í miðgarði í New York á sínum tíma. 5 strákar svartir voru handteknir og dæmdir í langvarandi refsingu í fangelsi. Þá gerðist það sem að gerist stundum að þegar þeim tókst að fá einn allir að játa ranglega, þá rundu hinir líka. Þetta gerist í lögreglurannsóknum. Sérstaklega þegar lögreglan hefur sterka trú á því að hún hefur rétt fyrir sér, þar að segja, hún setur fram tilgátu atburði og vinnur síðan út frá þessum tilgátum eins og gerðist í Guðmundur Geirfinnsmálinu. Þessi strákar sátu í einhvern tíma í fangelsi en þá var maður okkur handtekinn út af öðru máli og hann útskýrði að hann bæri ábyrgð á árásinni af konuna sem var að hlaupa í Central Park og þeir voru látnir lausir. Það var bara tilviljun, annars hefðu þeir dúsað áratugum saman í fangelsi og það er þetta nefna fjöldan allan af málum en það er athyglisvert
hvernig hund að brjóta einn mann niður úr hópi og fá síðan hína til að játa. Það gerðist náttúrulega í þessum áru líka, svo það var notið í Guðmundur Geirfinnsmálinu. Af því að við nefndum hana frábæra mynd sem In the Name of the Father, sem fjallar svona máli í Bretlandi, að þá varu gerðir heimildamyndaþættir máli sem þú ert að lýsa sem heitir When They See Us og held ég á Netflix eða einhvers staðar ef ykkur eru aðgang á því sem eru aldeilis frábærir þættir. Þó að það sé kannski vafasamt að taka svona dramatíska framsetningu á svona málum sem sannleika, að þá náður einmitt fram þessum svona þessu elementi sem við erum að tala hér, að það eru fólk inn í samfélaginu sem að fær ekki réttlæti í réttarkerfinu út af fordómum. Að það tekið á því með allt öðrum hætti, það eiginlega sekt áður en það gengur inn. Og þá það eiginlega kannski eðlilegt að spyrja, er Geirfinnsmálið bara sérstakt fríkmál í íslenskri réttarsögu, eða er þetta vandamál í íslenska réttarkerfinu að sumt fólk, ef það einhvern veginn jaðarsett eða skilgreint sem að orð dómarans eða hans hugmyndir virki betur heldur það sem að það að segja frá atburðunum, er þetta vandamál að sumir fá ekki, það misskipt út réttlætinu í réttarkerfinu? Já, það þessi hætta, sífellda hætta að grunur sé felldur á mann eða menn sem að eru á jaðrinum og hafa ekki sérstaka stöðu í samfélaginu og eiga erfitt með að halda uppi vörnum og lögreglu finnst auðvelt að trúa því og saksóknar auðvitað líka að slíkt fólk fremji þessar afbrot sem verið að fjalla og svo styrkist trúin. Og það svo merkilegt að fólk stundum að játa á fyrsta sólarhring, það þarf ekki alltaf að hafa fólk inn í einangrun vikum og mánuðum saman til að játa. Það gerist jafnvel á fyrsta sólarhring og það voru í Guðmundur Geirfinnsson notaðar ýmsar klassískar aðferðir við að fá fólk til að játa, lyfjagjöf daginn fyrir yfirheyrslur, að halda mönnum vakandi með ljósum í fangaklefa eða með því að berja hurðir á fangaklefa yfir nótt svo að ekki gæfi svefn til þess að undirbúa yfirheyrslur og það getur hver maður sagt sér það sjálfur að það erfitt að láta ekki undan lögreglunni þegar svona stendur á, sérstaklega þegar lögreglunni full viss. Það voru margt annað sem lögreglan notaði, eitt af því fræga nafnkenda sem var eins og kallaða Indian aðferð sem var fólkin í því að rugla þann sem var yfirheyrður svo mikið að hann segði eitthvað sem lögreglunni fannst gott að hann segði. Þetta var allt saman andstætt lögum og svo var þetta borið á milli. Þetta er mjög svipað í öllum svona málum, ekki bara á Íslandi heldur annars staðar. Við þekkjum þessi írsku mál frá Bretlandi þar sem að í tveimur frægum málum voru hópar manna sýknaðir eftir langvarandi fangelsi og þar kom sérþekking Gísla H. Guðjónssonar, réttarsálfræðings til sögunar og hann aðstoðaði dómstólana í Bretlandi við að komast að réttri niðurstöðu þannig að menn voru sýknaðir. Hann leiðandi réttarsálfræðingur á þessu sviði að kanna svo kallaðar rangar játningar í sakamálum og þær eru ótrúlega algengar. Við þekkjum það eftir að DNA rannsóknir hófust, þá hefur tekist að losa fjöldan allana fólki úr fangelsum í Bandaríkjunum með því að fara yfir gögn málsins. Samar að segja Noreg, svo ég nefni nú Kristján Líland málið sem frægt var á sínum tíma. Maður dæmdur fyrir tvöfalt morð sem hann var saklaus af og satt inn í 20 ár. Það var reynt að endurupptaka það hvað eftir annað, en að lokum þá kom nútímatækni manninum til hjálpar og það leiddi til þess að sýnt hann fram og hann væri ekki sekur.
En hérna, er það þannig að sá sem að stendur eitthvað leiti veikt í samfélaginu eða er svona skilgreindur og jaðarið sem að mætir yfirvöldum alltaf, eða fær svona hostæl viðbrögð frá yfirvöldum eins og áttu örugglega við krakkana í Geirfinnsmálinu sem eru svona á jaðrinum síðar nota fíkniefni og eru svona, ég meina það bara þeir sem voru ungir á þessum árum muna það alveg að það var hérna verið að stoppa fólk út á götu og leita að hassi og eitthvað fleira, það var svona að sömuleyti var ungu fólki mætt eins og hérna vá í samfélaginu. Er fólk sem með slíka stöðu líklegra til þess að koma með svona falskar játningar þegar að það upplifir það að eiginlega engin önnur leið að losna út úr þessu ástandi sem þessi yfirheyrslur nema að játa? Er það í þessum fræðum? Að það sé að þeir sem hafa veikari stöðu fyrir séu líklegri til þess að vera með falskar játningar? Já, það alþekkt að pressan svo mikil í gæsluvarðhaldi og í yfirheyrslum að sakborningur ákveði að segja það sem lögreglan vill í trausti þess að þá var hann sleppt, síðan kemur hann fyrir dómstóla og dómstólar trú á sannleikann en ekki það sem lögreglan segir ímynda með sér. En því miður þá er það ekki alltaf þannig að dómstólar sjái í gegnum rannsóknina séu nógu gagnrýnir á rannsóknaraðferðir til þess að átta sig á því að játningar eru ekki fengnar með réttum hætti. Ok, en hérna áðan var ég að spyrja hvort að hérna það væri þannig að réttlætinu væri misskipt í íslensku samfélagi. Telur það vera vanda í réttargæslukerfinu að þeir sem að standa veikar í samfélaginu fái þarna minna réttlæti út en þeir sem hafa mikil efni og eru með svona samfélagslega stöðu að það sé líklegra að þeir og lögmenn þeirra geti hérna sótt réttlæti til dómstólana? Við getum sagt að þeir sem eru veikir fyrir af einhverjum ástæðum að þeir eiga erfiðara með að verjast ásökunum afbrot heldur en þeir sem eru öflugir fyrir. Þeim er hætt við að gefast miklu fyrr upp og fara að játa á sig sakir sökum þeirra pressu sem þeir eru beittir og sérstaklega á þessum árum þá var gæsluvarðhaldi og einangrun beitt alveg út í hið óendanlega og tilgangurum var ekki að rannsaka málið heldur að fá þann sem var í gæsluvarðhaldinu til þess að játa á sig sakir sem að lögreglumenn töldu að væru nokkuð öruggar og það er engin vafi á því að þeir sem eru veikburða eða veikir fyrir þeim hættir miklu frekar til þess að lenda í þessu heldur en öðrum sem eru andlega og líkamlega sterkir þeir eru handteknir. Við sáum það að klúbbmennirnir þeir játuðu ekki, eitt er að sagði hendur ævisögu sinni, hann hefði verið komin að því að trúa því, hann hefði framið það sem var borðið á hann. Það er það sem gerist að þegar maður er búin að vera nógu lengi í gæslu í einangrun, þá fer maður að trúa sögunum sem lögreglan segir. Maður fer að draga í efa að minni mann sé í lagi og þess vegna er svo mikilvægt að einangrun sé ekki beitt nema í mjög takmörkuðu mæli og strax eftir 15. dag þá fer það að hafa áhrif á heilsufar gæsluvarðhaldsfangans, bæði andlegt og líkamlegt heilsufar hans og það eru oft áhrif sem að vara alla ævina. Já, ég trúi því, þegar ég var blaðamaður að þá ákvað ég einu sinni að setja af mér sekt í 10 daga og svona til þess að, hvað heitir þetta? Eða svona til þess að geta sett sig inn í, að geta skrifa einhverja grein þar sem að væri einhver svona byggð á einhverju reynslu og það kom mér alveg rosalega óvart hvað hratt hörnunin er bara á fyrstu 10 dögunum og ég er alls ekki að bera það saman við þá sem að sátu inni í ár og rúmlega það en það að vera í svona einangrun inn í fangaklefa er bara, það er ótrúlega áhrif hvernig bara vitundin og einbeitingin það fyrir allt maður, þetta eru ótrúlega raunir og þá er ég bara að tala 10 daga sem er bara eins og snakk við hliðina á því sem að aðrir hafa mátt þola. Herðu, en mér langar að spyrja annað mál sem er eldra, sem er Gervasoni-málið. Það er sömuleyti svona innflytjendamál, líklega
ekki mörg innflytjendamál sem að voru svona bæði fóru í gegnum einhver svona réttameðferð og voru líka í fréttum og voru pólitísk mál. Ef maður er að hugsa aftur, þá er búin mikið að slíkum málum svona undanfarin 10-15 ár. En síðan það Gervasoni og svo við kannski bara með hvað heitir það, drengsmálið 1923 eða guð maður veit hvað. Geturðu sagt þeim sem ekki þekkja hvað snerist Gervasoni-málið? Gervasoni var franskur maður og hann var á þeim aldri að hann átti að fara í herskyldu og hann afneitaði herskyldu, hann var á móti hernaði og það fór svo að hann var dæmdur í fangelsi vegna þessara synjunar. Hann stakk af og var neðanjarðar í Frakklandi á tíma og þegar var farið að hitna á mikið undir honum þá flúði hann til Danmerkur þar sem danskir stúdentar önnuðust hann nokkuð langa hríð neðanjarðar. En þegar ljóst var að það héldi ekki lengur þá sömdu danskir stúdentar við íslenska námsmenn að þeir tækju Gervasoni til Íslands. Og þessir ágætu stúdentar leituðu til mín að aðstoða Gervasoni við að óska eftir hæli á Íslandi sem pólitískur flóttamaður. Ég tók þetta að mér, þetta var enda fyrsta flóttamannamál mitt og ég hafði ekki langan tíma til að undirbúa fyrstu beiðnina, en mér tókst það nú samt sem áður með ágætum að mínu viti og síðan hófst þetta langvarandi stríð, hvað ætti að gera við manninn og það bar inn á Alþingi og það kom fyrir hann að fluttur til Keflavíkurflugvallar snúið við og svo framvegis. Eitt atvikið mér minnisstætt þegar hann fekk vinnu við að vinna við gamla glugga á stjórnarráðshúsinu og einn daginn þá leit dómsmálaráðherrann út gluggann og svo Gervasoni á glugganum upp á annarri hæð. Og svona gekk þetta en að lokum eftir mikla átök á Alþingi þegar á tímum stjórnar Gunnars Thoroddsen þá var rætt við dönsk stjórnvöld að taka við Gervasoni aftur og það gerðist með þeim hætti. Þannig að það var svona diplomatísk lausn íslenskra stjórnvald að losna við þetta mál, það þurfi ekki að taka afstöðu til þess, þetta orðað þannig. Það gerðist nú oftar ég man eftir því að einhvern tímann kom maður til minn á skrifstofuna og kynnti sig og ég undraðist það mjög, ég skildi þekkja nafnið svona vel, það hafði þó aldrei séð manninn. Þá rifjaðist upp fyrir mér að ég hafði verið í Noregi nokkru áður og þar var nafn hans á öllum forsíðum og hann var grunnaður njósnir á vegum Austur-Evrópsks ríkis og þá voru norsk stjórnvöld komin í slík pólitísk vandræði með þennan mann að þau sömdu við íslensk stjórnvöld að maðurinn flytti til Íslands og jafnframt var samið við blöðin á Íslandi eða fréttamiðlana, fréttastofunnar að tala ekki manninn. Og þetta gekk allt saman eftir. Þannig bjargaðist sámaðurinn. Þannig hann var niðurstaðan var útlöður dómur á Íslandi í Noregi þar sem að... Já, einhvern tíma. Það segðu mér varðandi Gervasoni-málið. Hvað snýrist það málið? Hvað öðrum megin eru kannski stjórnvöld með þá hagsmuni, við getum ekki hleypt þessum mann inn að þá koma allir sem ekki vilja gegna herþjónustu í heiminum og fá hæli hérna. Hinum megin eitthvað svona mannúðarsjónarmið. Geturðu stilt kannski upp svona hvaða ákvörðun það var sem íslensk stjórnvöld voru að forðast að taka, að þurfa að taka afstöðu til þessa máls, hvað lá undir? Það sem lá undir var auðvitað að Frakkland er hluti af NATO, hernabandalaginu NATO og telst til vinaþjóða Íslands og að vera siðað ríki í Evrópu og ef að fallist væri á að Patrik Gervasoni ætti rétt til hælis á Íslandi sem pólitískur flóttamaður, þá var það jafnvel áfellisdómur yfir franska ríkinu að það beitti menn ofsóknum
vegna skoðana þeirra í þessu tilviki á þátttöku í hernaði. Þannig að kannski óttuðust íslenskir ráðamenn að Frakkland myndi slíta stjórnmálasambandi við Ísland, en það var það mjög sjaldgæft og næsta óþekkt að þessum tíma að eitt NATO-ríki viðurkenndi pólitískan flóttamann frá öðru NATO-ríki. Það gerðist það reyndar seinna á milli Portúgals og Spánar, en ég þekkti ekki dæmi það á þessum tíma. Þannig að þetta var þessi möguleiki á því að við varum að áfellast Frakkland fyrir mannréttindabrot með því að fallast á að taka mannin hingað sem flóttamann. En síðan hefur verið með fleiri flóttamannamál, svona hvað snúast þau mál, ef ég má spyrja það, og svona hver hefur svona verið hinn raunverulega afstaða íslenskra stjórnmála til þeirra svona réttinda sem að fólk er að sækja. Það náttúrulega, kannski þetta þau mál þar sem að hvað mest liggur undir hjá fólki. Fólk að berjast fyrir framtíð fyrir sig og börnin sín og það öðrum megin alveg gríðarlegir persónulegir hagsmunir, en hinum megin einhverju svona meira kannski abstrakt hugmyndir ríkisvaldsins sína hagsmuni og samfélagsins. Svona þú horfir aftur, getur þú þegið upp svona hvað sú átakarhinna hefur snúist svona seinni tíma flóttamannamálin? Það við erum að muna það að Íslendingar eru aðilar að alþjóðlegum samningi réttarstöðu flóttamanna og samkvæmt þeim samningi eiga menn sem eru í vissi stöðu sem hafa ástæðu til að óttast stjórnvöldi sín eigin heimalandi rétt á að sækja hæli í öðru ríki. Og þá rís alltaf þessi erfiða spurning, hver á að sanna hvað? Og stjórnvöld hér hafa oft gert of miklar kröfur til sönnunar gagna flóttamannsins að raunverulega sé undir ofsóknum eða líf hans eða heilsa sé í hættu í heimalandinu. Og það eiginlega aðal spurningin alltaf. Og þá er leitast við að kanna ástandið í heimalandi flóttamannsins eða hælisleitandans og þá jafnvel sérstaklega það í því héraði sem hann býr í og reynda að komast að því hvort að sagan sé sönn eða ekki. Og það mat getur verið erfitt og það hallar, finnst mér, of oft á flóttamannin við mat á þessum sönnugögnum og þau ekki talin nægilega trúverðug. Hinn þátturinn á seinni árum sem hefur valdið átökum er það að það koma hingað flóttamenn frá löndum Evrópusambandsins sem að hafa fengið, það sem mál þeirra hefur fengið meðferð í því landi og samkvæmt alþjóðlegum samningum þá er ekki rétt á því að fá málsmeðferð í fleiri löndum. Ekki skýra rétt, hins vegar hefur hvert land fyrir sig eins og til og með Ísland rétt á því að taka slík mál upp eða telur ástæðu til. Og þetta eru erfiðu málin þar sem verið að senda fólk tilbaka til Grikklands og Ítalíu þar sem að fólkið fer beinlínis á götuna og það er ekki nóg með að það sé sendt þangað tilbaka, heldur það líka sendt frá Íslandi til þessara landa þó það sé búið að höfða mál fyrir dómstólum hérna og Íslands stjórnvöld eru þeirra menningar að þetta fólk sé í jafn góðri stöðu til þess að reka dómsmál á Íslandi upp úr öskutun í Róm eins og ég stundum orða það eins og að það væri statt hér við hliðina á lögmanni sínum í réttarsal í Reykjavík eða ekstra á Íslandi. Þetta hefur gert þessi mál mjög erfið og óþarflega flókin, en þetta byggist auðvitað allt saman á tregðunni við að viðurkenna réttarstöðu þeirra sem hingað leita hælis og alþjóðlegrar verndar og það sífellt gengið út frá því að þeir hljóta að vera vafasamir pappírar í allt og mörgum tilvíkum.
Og eru þá ekki komin eiginlega af því sem vorum að ræða áðan Geirfinnsmálið, þar sem hópur sem einhver leyti svona jaðarsettur í samfélaginu, sem að það verður eiginlega allt að falla með honum til þess að hann fái svona réttláta meðferð. Og það á sannarlega við flóttamennina sem að hingað að koma og sækja, þeir eru algjörlega jaðarsettur hópur í íslensku samfélagi, þannig að þeir fá ekki réttláta meðferð nema bara allt falli með þeim. Að þessar kröfur sem eru gerðar til sönnar eru svo ríkar að flóttamaðurinn fær ekki að njóta þeirra réttinda sem alþjóðalög og íslensk lög ætlun og það leiðir síðan til endursendingar eða brottrests úr landinu í óvissuna. Og ef við myndum reyna svona meta það, ef við verum að horfa kannski á, ég veit ekki hvað langur tíma sem hefur verið svona mörg mál, kannski í síðustu 20 árin. Gætirðu svona með einhverju mati sagt að hvaða væri stór hópur sem að ekki hefur fengið svona eðlilega réttláta meðferð fyrir íslenskum dómstólum, fólki sem hefur verið vísa frá án þess að kannski á það sé almennilega hlustað eða sé verið að kanna raunverulega stöðu þeirra. Stundum verið að vísa til þess að það verið að fara eftir einhverju mati, einhverju alþjóðlegar stofnuna það hvernig ástandið hér og þar og kannski bara engin tími til þess að skoða mála einstaklingana sérstaklega. En þetta ég bara velta fyrir mér þetta sko 50, 500 eða 5.000 sem eru svona afgreidd svona tiltölulega hratt í gegnum íslenskt dómskerfi án þess að kannski að fá eðlilega áheyrn. Fólk skiptir auðvitað hundruðum sem að ekki fær eðlilega áheyrn. Ein ástæðan sú að við höfum skipt löndum í örugglönd og þegar fólk kemur frá svokölluðum örugglöndum þá höfum við ekki talið ástæðu til þess að rannsaka aðstæður þess í heimalandinu og sjá hvort það einhver fótur fyrir umsóknum alþjóðlega vernd hér á landi. Þessi öruggulönd eru tiltölulega nýtt fyrirbrigði en svo sem verið að stimpla tiltekið lönd sem örugg og slíkum löndum hafa komið oft mjög stórir hópar. En svo spurningin sko hvort að mann líst mismunandi vel á flóttamenn eftir því hvaðan þeir koma. Þá við skiptir máli hver hörnslitur hælisleitandans eða skiptir máli hver eru trúarbrögð hans og úr hvaða umhverfi hann kemur í heimalandinu. Þetta hef ég grunum að hafi stundum áhrif. Það sitji ekki allir við nákvæmlega sama borð. En auðvitað get ég ekki samanhægt, ég hef ekki stödd til þess. En þetta svona tilfinning mín. Já. Ég sá það þegar ég var þegar þessi ríkisstjórn var að byrja 2017 svona fljótlega upp úr því þá var verið að halda fram að það hefði verið aukning í móttöku flóttamanna og ég fór að skoða hvaðan þetta fólk kæmi að það var ástæðan fyrst og fremst sko gríðarleg aukning á fólki sem hafði frá Venezuela og hefði fengið hæli og ég velti fyrir mér hvort að því að það hefur verið dregið úr því að fólk frá til dæmis Sýrlandi og svona átakasvæðum hefði fengið hæli og þá var ég að tala að það voru 100-120 manns frá Venezuela á einu ári sem að fengu hæli og maður náttúrulega velti fyrir sér með svona hægri stjórn að það væri sko pólitíska forsötu fyrir því að allt í einu sko flutt til hverjir koma til Íslands frá botni Miðjarðarhafsins yfir til Venezuela og nágrannlanda. Aftur í tíman að þá þetta var áberandi að menn fögnuðu jafnvel mönnum sem komu frá Rússlandi eða Austur-Evrópu og óskuðu eftir vernd á Íslandi eða hæli þó þau vildu hafna öllum öðrum og það voru fyrst og fremst bara pólitísk sjónarmið
þar vestur átökin og allt það. Herðu, nú langar mig að spyrja svona annan þráð í þínum langa og glæsilega ferli sem að það sem að þú ert að sækja til dómstóla svona kröfur sem eru byggðar á svona félagslegum réttindum, félagslegum mannréttindum og það kannski öryrkjadómurinn aldamótin sem að kannski svona varða á þeirri leið. Kanntu að lýsa fyrir okkur eðlið þessara baráttu? Snemma áhuga á þessum félagslegu réttindum og þegar við breyttum stjórnarskránni okkar árið 1995 með nýjum kafla mannréttindi, þá tók ég þátt í að gagnrýna stöðu félagslegra mannréttinda í stjórnarskránni og ekki síst orðalagið í greinargerð með stjórnskipunarfrumvarpinu þar sem var eiginlega gefið í skyn að félagsréttindi væri meira til skrauts en pólitísk og borgaraleg réttindi væru hins vegar alvöru réttindi og bæði þetta var mjög gagnrýnt bæði mannréttindaskrifstofunni og barnaheillum og fleiri almannasamtökum sem að skiptu sér af málum á þeim tíma. En það tókst ekki að hafa áhrif. Síðan gerist það að nokkur mál koma til dómstólana aldamótin og það öryrkjabandalagsmálið og það Ragnar K. gegn Háskóla Íslands og það eru heyrnarlausir gegn Ríkisútvarpinu. Og þar í 3 málum í röð þá tekst að fá íslenska dómstóla til að fallast á félagsleg réttindi eða sambærileg réttindi sem varða jafnrétti manna og rétt til náms og fleira slíkt. Og ef við tökum fyrst Rögnu K, hún var stúdent við Háskóla Íslands og blind og hún þurfti að fá aðstæður til þess að geta sinnt námi sínu á við aðra og það var eins og Háskóli Íslands væri ekki alveg reiðubúinn að átta sig á þessari stöðu sem að fylgdi vernd félagslegra réttinda í landinu og Ragnar K. kom til mín og óskaði eftir því að það verði látið reyna á rétt hennar gagnvart háskólanum. Og það gerðist og það merkilega var að Hæstiréttur hann féllst á kröfur Ragnar K. og dæmdi háskólann til þess að greiða henni bætur sem skipti kannski ekki meginmáli en það viðurkenndi þessi réttindi og að þau hefði ekki verið framkvæmd með það mætti sem að eðlilegt var. Og það kannski merkilegt við þennan stúdent var það að hún fór í annan skóla, tækniskólann og það var ekki vegna sem hún gæti ekki lært sem að hún mennti þessum ágreiningi á Háskóla Íslands því að hún var með bestu námsmönnum í tækniskólanum og tók miklu fleiri kúrsa heldur en nauðsynlegt var til þess að ljúka námi þar. Þannig að þetta hafði ekkert með skerta námsgetan að gera, hún var gríðarlega góður námsmaður. Þannig að svona mál í þessum dómi Hæstaréttar var vísað í alþjóðareglur. Ég hafði lengi verið að reyna að koma þeim á framfæri í dómstólunum eins og margir aðrir lögmenn að fá viðurkenning á stöðu þeirra við túlkun íslenskra laga og það tókst í þessu máli. Og síðan kom öryrkjabandalagsmálið sem að fjallar jafnrétti á milli karla og kvenna og í hjúskap og sá sem að átti hugmyndina að því máli var Garðar Sverrisson, þá formaður öryrkjabandalagsins og hann vann með mér að því að hafa þetta mál sem að lauk þannig í Hæstarétti að það var fallist á viðhorf okkar þessu umbjóðanda míns hver væri staða hans gagnvart stjórnarskránni og jafnrétti og almannatryggingum og það gerðist með 3 atkvæðum gegn 2 í Hæstarétti og að mínu viti var alveg augljóst að var að ræða skiptingu eftir hugmyndafræðilegum viðhorfum og ég var svo
lánsamur og umbjóðandi minn að það voru 3 tiltölulega frjálslyndir dómarar í hópnum sem að féllust á kröfurnar og skrifuðu góðan og merkan dóm. Þessi dómur ærði nú valdastéttin í landinu, henni pólitísku valdastétt í landinu en það var til þess að forsætisráðherra skipaði nefnd til þess að túlka fyrir sig dóminn og ráða fram úr í hvernig þetta bregðast við honum og skrifaði nefndinni sem að skipuð var minnismiða og Öryrkjabandalagið sagði við viljum sjá minnismiðan og það endaði auðvitað fengum við hann ekki og valdið sagði nei og þá ákváðum við að fara með það upp í Hæstarétt sem að sagði við okkur gjörðu þessu vel, hér er minnismiðin þið fáið hann hjá forsætisráðherranum Davíð Oddssyni og ekki ærði þetta menn vinna þá sögðu þeir sem að stóðu í stafni í samfélagi okkar að við verðum að hætta að skrifa, við verðum bara að tala saman. Það er ekki hægt að hafa neitt á blaði lengur og þetta var auðvitað gert meir svona til þess að við höfðum ekkert mikla þörf fyrir að fá minnismiðan heldur vildum við bara ekki láta stíga ofan á okkur eins og ætlinu var að gera. Og síðan ráku samtök heyrnarlausra mál fyrir kosningar þetta leyti þar sem að þeir sögðu við getum ekki fylgst með undirbúningi í kosningana og við þorfum frambjóðenda og stjórnmálaflokka sem þar taka þátt nema að fréttir og fundir verði túlkaðir og það merkilega gerðist að Hæstiréttur féllst á þetta sjónarmið og gerði RÚV að túlka fréttir fyrir kosningarnar og samtöl og fundi og svo framvegis og það fannst mér merkur sigur. Þannig að þetta gekk vel á þessum tíma. Eftir þetta þá hefur öryrkjum og öðrum í sambærilegri stöðu ekki gengið vel að fást við valdið með því að fara með mál fyrir dómstóla. Og það byggist á því að hjá dómstólunum eru menn sem er ekki reiðubúnir til þess að fallast á að staða félagslegra réttinda sé hins sama og pólitískra og borgaralegra réttinda og segja í dómum sínum að við getum ekki tekið afstöðu til slíkra réttinda, það verður Alþingi að gera, hinn pólitísku aðilar verður að taka afstöðu, við getum það ekki. Jafnvel þótt að réttindi séu skýrt orðuð og skilgreind bæði í stjórnarskrám og í lögum, stjórnarskrá og lögum. Við talum ekki í alþjóðlegum samningum sem Ísland er aðili að. Þannig að þessi andstaða gegn félagslegum réttindum sem birtist í stjórnarskrárfrumvarpinu 1995, hún réði lögum og lofum í Hæstarétti eftir Öryrkjabandalagsdóminn, eða dómana 2. Og svo er enn þann dag í dag að það gengur afar illa að fá viðurkenningu á slíkum réttindum af því að dómstólarnir segja að það er ekki okkar hlutverk að úrskurða slík réttindi. En þetta er auðvitað rangt og þetta hefur tekist vítt og breytt heiminn. Það hefur dómstólinn gengið bara ágætlega að fjalla félagsleg réttindi og kveða upp dóma stöðu þeirra og því var lengi haldið fram að slík réttindi veri ódómhæf en nú er það viðhorf held ég allstaðar horfið nema kannski á Íslandi. Heldurðu að það geti verið að niðurstaða valdhafa eftir öryrkjadóminn hafi einmitt verið sú að gæta þess að skipa sem dómara fólk sem er sammála þeim að félagsleg réttindi ættu ekki að vera til meðferðar hjá dómstólum heldur ættu að vera til meðferðar hjá Alþingi og að þeim hefur bara passað að íslenski dómstólar það væri góður meiri hluti slíkra dómara á öllum dómstofum. Þú nefndir það að í öryrkjadómnum hafi verið það bara eiginlega minnsti munur. Það hefði getað jafnvel á þeim tíma fallið hinsegin ef það hefði verið öðruvísi skipað í þennan 5 manna dóm þá. En núna er kannski
eiginlega enga líkur að fara með sambært mál og öryrkjadóminn í gegnum Hæstarétt. Getur það verið lærdómur valdhafa að bara skipta út dómurunum þannig að þeir myndu verið líklegri til að dæma eftir sínu vilja heldur en þarna gerðist? Já, það sko erfitt að halda öðru fram en að bakgrunnur og lífsskoðanir dómara hafi ekki einhver áhrif á dóma þeirra. Og mér fannst það koma nokkuð glögglega í ljós í öryrkjabandalagsmálinu og þetta er ekki alltaf þannig, það er ekki allir dómarar sem að láta slíkt ráða niðurstöðum sínum, en þeir eru til og kannski margir og það er auðvitað eina ástæðan fyrir því að krafan er að dómstólar séu skipaðir dómur með mismunandi bakgrunn úr sem víðfeðmustu baklandi, þannig að öll sjónarmið njóti nokkurs skilnings og fá viðunandi meðferð dómara sem átta sig á hvað það sem máli skiptir og hvernig beri að beita lögum á því sviði á viðfangsefnin sem lögður fyrir dómstólana. En það voru mjög öflugir löglærðir menn sem skrifuðu greinargerðina með stjórnarskrárfrumvarpinu 1995, áhrifamiklir meðal ráðamanna og þar kom þetta skýrt fram að félagsleg réttindi væru ekki mjög merkileg réttindi og því miður þá var það svo að þingmennirnir, líka þeir sem að voru taldir til vinstri, þeir áttuðu sig ekki á því sem var að gerast og þannig að eina gagnrýnin sem að kom fram var frá hinu borgaralega samfélagi, frá ýmiss konar samtökum borgaranna sem að voru óánægðir með þessi viðhorf sem birtust í frumvarpinu. Ragnar, ef þú ert að segja að dómar í öðrum löndum að þeir ráða við að fjalla félagsleg réttindi og hafa með dómum sínum auki réttindi og það er náttúrulega fyrst og fremst þeirra sem að standa höllum fæti í samfélaginu, þeir sem eru fátækir og valdalitlir og sem eru að sækja félagsleg réttindi fyrir dómstólana. En með því að segja að Ísland skeri sig frá öðrum löndum að þessu leyti, þá ertu raunverulega að segja að réttindi hina fátæku og veiku og valdalitlu í íslensku samfélagi eru minni en í öðrum löndum. Já, tímar og laust, það eru auðvitað slíkir veikburða hópar sem að eiga undir högg að sækja og leita í þessi félagslegu réttindi sem eru þó komin inn í stjórnarskrána. Við höfum hins vegar ekki lögleitt hér á landi samning Sameinuðu þjóðanna um félagsleg og efnahagsleg réttindi og við höfum heldur ekki lögleitt félagsmála Evrópu og þá ég ekki síst við endurskoðaðan félagsmálasáttmála Evrópu, þar sem fjallað margs konar félagsleg réttindi og það er að vísu ekki dómstólar á bakvið þessa samninga eins og á bakvið Mannréttindadómstól Evrópu, en það eru úrskurðarnefndir og sem hafa kannski ekki fullkomið ígildi dómstóla en skipta miklu máli og þess vegna er eitt af því sem að Samtök á Íslandi þurfa að berjast fyrir, það er aðild okkar að þessum félagslegu alþjóðlegu sáttmálum til þess að við hefum til þess að þeir hafi þessi samtök og félagar þeirra hafi sterkari stöðu fyrir dómstólunum þegar reynir á félagsleg réttindi þeirra og sem þeir eru öryrkjar eða sjúklingar eða aldraðir og svo framvegis. Já, og heimilislausir og þar fram undir götunum og þeir sem ekki hafa aðgengi að ódýru og öruggu húsnæði sem þessi sáttmálar kveða á. Í nýju stjórnarskránni, svo kölluðu, að frumvarpi stjórnlagaráðs, þar eru þessi félagslegu réttindi tryggð betur heldur en í núverandi stjórnarskrá, ef ég skil rétt. Getur verið að andstæðan við það frumvarp, nýju stjórnarskrána, svo kölluðu, að sé byggð á þessu frekar heldur en kannski sem oft talað að þarna sé talað að fiskimiðin séu í eigu þjóðarinnar og annað slíkt að andstaða valdaflokkana Sjálfstæðisflokksins fyrst og fremst við nýju stjórnarskrána sé það að passa það
að félagsleg réttindi fá ekki sambærilega lagastoð á Íslandi og borgarleg og pólitísk réttindi? Já, það engin vafi á því að það ein ástæðan. Hin ástæðan sem þú nefndir líka mjög rík en menn eru hins vegar feimnari við að ráðast á hugmyndir bætta félagslega og efnahagslega stöðu þeirra sem að mega sín minnst í samfélaginu og þeir vilja síður flagga andstöðu sinni við slíkum reglum. En ég sjálfur sannfærður að það skipta miklu máli þessi ótrúlega andstæða hér á landi hvarvetna gegn slíkum réttindum. Og þá ertu raunverulega að lýsa samfélagi sem svona bara rótgróið hægra samfélag sem að ber virðingu fyrir og verndar pólitísk og borgarleg réttindi. Við erum með svona persónuvernd sem að hefur svona, ég eins konar svona, ég segi ekki lögregluvald, en svona getur stoppað ýmislegt. Það núna í máli einhvern veginn hvernig vistuð próf barna sem að kennarar eru að barma sér yfir að setja allt upp í uppnám. Hann ríkisvaldi sem að grípa bara fram í ef að hlutinir ekki réttir. En það ekkert, á sama tíma erum við kannski með 30.000 fjölskyldur sem að þjást á stjórnlausum leigumarkaði, fjölda fólk sem að bara á götunni og sem að til dæmis samkvæmt þessum sáttmálum félagsleg réttindi sem að þú nefnir að þá ber stjórnvöldum að tryggja öllum öruggt húsnæði og annað slíkt. Svo ég nefni bara eitthvað dæmi að það sótt mjög hart fram til þess að verja hinn borgarlegu og pólitísku réttindi en hins vegar eru félagslegu réttindi líka bara þetta líka óbætt. Þetta eiginlega lýsing á mjög hægri sinnuðu samfélagi. Já, því þú nefnir húsnæðismál sérstaklega, þá komumst við ekki hjá því að minna á að húsnæði á Íslandi talin eins og hverful vara á markaði, þar sem að framboð eftirspurn ræður verði, en ekki sem hluti af mannréttindum fólksins í landinu. Og hér húsaleiga ótakmörkuð í þeim skilningi að það ekki taka húsaleigu og réttarstaða leigjenda ekki trygg og ef að verða vanskil svo sem vegna veikinda þá eru fjölskyldur bornar út og þær eru bornar út á götu. Það ekkert sem að á Íslandi tryggir þeim að þeim verði komið fyrir í annað viðunandi húsnæði og það auðvitað afar ómannúðlegt og gegn svona öllum siðferðilegum viðhorfum að unnt sé að bera fjölskyldu út á götu vegna vanefnda. Úr þessu eigum við eftir að ráða að endurskipuleggja réttindi leigjenda og þennan húsnæðismarkað í heild sinni. Og það tengist þessum svona, sem við getum sagt að segja svona uppbygging samfélagsins, samfélag sem að verndar og ver borgarleg réttindi og pólitísk réttindi en ekki félagsleg réttindi. Það náttúrulega allavega frá sjónar og lokal sósíalista mjög skakt samfélag. Þannig að kannski ættum við að beina umræðinu út í þessi grundvallaratriði og fara að berjast fyrir því að þessi félagslegu sáttmálar verði lögfestir á sama hátt og mannréttindasáttmálar og fleira voru gerðir á þessum árum sem þú ert að lýsa þarna miðjan 10. áratuginn. Já, það væri mjög gagnlegt ef að sú barátta væri tekin upp og rekin gagnvart hverjum einasta stjórnmálamanni sem einhver ítök hefur. Herðu Ragnar, það svo fróðlegt að tala við þig. Ég held að einhvern tímann fyrir ári síðan að þá fékk ég þátt og það endaði með því að suðaði að koma í nokkra þætti og við vorum með svona sirpu dómsmál þar sem við tókum fyrir ýmislegt málefni. Kannski byrjaði ég að suða aftur í þér það. En ég þakkaði kærlega fyrir þetta yfirlit sem nú bara frekar lélegt efnisyfirlit yfir feril Ragnars Aðalsteinssonar sem hefur barið fyrir mannréttindum á Íslandi, ýmiss konar. Í langa tíma og ég þakkaði fyrir að gefa tíma frá smákökubaksturunum á aðventunni að koma hingað við rauðaborðið og spjalla við okkur.
Og hlustendur þakka ég kærlega fyrir að taka þátt með því að hlusta. Ég hvet alla til þess að dreifa þessum þætti á samfélagsmiðlum eða hafa haft gaman að því að hlusta á hann. Ég hvet fólk til þess að gerast áskrifundur inn á YouTube. Það er ekki peningar í því. Þú bara merkir við að þú vilji fá að vita þegar nýjir þættir birtast. Við erum svolítið að íhuga að flytja okkur meira frá Facebook yfir á YouTube því að það er einhver svona takmörkun á því hvernig dreifingin er orðin inn á Facebook. Það er kannski rauðaborðið skilgreint sem einhver hryðjuverka þarsemi, þannig að það er ekki gefið að Zuckerberg og félagar dreifi efninu frá okkur. Ef þú vilt styðja uppgang samstöðurinnar, þá er hægt að gera það með því að ganga í alþjóðufélagi. Það er gert inn á samstöðun.is og þá getur orðið félagi. Það er fjöldi fólk sem eru félagar þar og leggja til svona ígildi 2 kaffibolla á mánuði til þess að halda starfinu hér gangandi og kannski frekar að ýta undir það að hér fjölgi þáttunum. Við munum kynna stóraukna dagskrá í janúar sem að meðal annars byggir á þáttöku almennings. En ég þakka fyrir í kvöld og minni á að morgun verðum við hérna á sama tíma klukkan 8 annað kvöld og þá verður baráttujaxlinn Hörður